Þetta eru B.O.B. og Taylor Swift og hún vildi hún væri nógu sterk til að lyfta bæði sér og, kærasta sínum. Já, hrausta mannesku í það. Já, það ekki margar sem ráðu það. Nei, ekki svona í einu allavega. En klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan fimmtudaginn og eins og flesta fimmta situr hann hérna með mér hann Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Já, blessaður. Hvernig ertu þennan fimmtudaginn? Mjög góður eins og alla fimmta. Já, þetta fimmtudagur góður dagur. Fimmtudagar eru fallegi dagar. Já, það einhvern veginn, það öll helgin framundan og vikan er að líðundi lok. Já, góðulega keppnin. Já, fólk getur lagt til hennar. Já, ég meina ef við erum að fara að tala hvað í þættunum strax og þá erum við með svaðaland þátt í dag. Ok. Já, við erum með sturlaða staðnindar á sínum stað sem er kannski ekkert nýtt að nálinni. Verður slúðrið? Slúðrið eru líka á sínum stað. En svo erum við með nýjan dagskrálið sem heitir Rúnar í bökkunum. Ok. Ég ætla að heyra, þetta er kannski ekki dagskrálið, það er maður sem ég þekki sem heitir Rúnar. Hann á heima í bökkunum í Breiðholtinu og ég ætla að heyra hans í honum því að hann verður vitnað ýmsum hlutum. Í Breiðholtinu? Í Breiðholtinu, já. Og það er margt af þessu sem fer ekkert í fjölmiðla. Það eru rosalega hlutir að gerast þarna og hann ég held að hann sé atvinnulegs greiði og verður því vitnað öllu. Er þetta ekki eitthvað fullorðinn maður bara, ekki bara hættur að vinna eða? Jú, hann er enda fullorðinn. Ég veit ekki alveg hvað hann er gamall. Af því ég hef aldrei séð hann. En hann ætlar að koma með nýjustu sögurnar úr Breiðholtinu og bökkunum. Ég hlakka til að heyra í honum eftir. Svo er flottulega keppnin eins og ég hef komið inn á hann. Roger Jefferson hefur ákveðið að veita mér annað viðtal. Er það í Different Strikes eða? Já. Ég er komin inn í 3. seríuna sko. Já, 3. serían er góð sko. Ég er á 4. 4. serían er komin á stöð 2. Ok, en allan að ég er að horfa á 3. seríuna núna sko. Já. Og mér finnst það svolítið skrítið með að gæja sko, hann hefur neitað að taka sér öll þessi hlutverki í ykkur bíómyndu meðan hann er ennþá í þáttunum. Já, hann segist lifa sér svo inn í hlutverki í þáttunum, different. Ekki Different Strikes bara? Jú, og þannig að hann vill ekkert vera að leika í bíómyndum. Svo er hún Anna Gunndís að koma til okkur líka í spjall, hún er að leika aðalhlutverki í kvikmyndinni Frost. Spjall? Já, spjall. Kemur hingað á eftir og við ræðum við hana. Þannig að það er hellingur að vera. Og svo er náttúrulega, það er góð helgi framöndan. Eina sem böggar mig að það er frí hjá ensku liðunum en það er náttúrulega landsleikjarhlé. Og landsleikur á Laugardalsvelli á morgun, Ísland-Noregur. Ísland-Noreg, já. Já, ertu spenntur fyrir leiknum? Já, maður er alltaf spenntur þegar það er nýr þjálfari. Já, nýr þjálfari og fyrsti leikurinn svona í riðlinum. Fyrsti alvöru leikurinn hans, basically. Já, þannig að þetta verður spennandi sko. En eru norðmenn, eru þeir með eitthvað lið? Getum við ekki alveg unnið þetta? Jú, við getum unnið þetta. Já, við erum konum með fant og hóp. Já, við erum góðu frammi allavega. Vanta Kolbeinn reyndar. Það er pínu bögg. Kolbfaðurinn meiddur. Já. Það eru leiðindi. Það er fullt af Alfred Finnbogason, náttúrulega leikmaður umferðarinnar í síðustu helgi í Hollandi. Já, hann er sjóðheitur. Ég verð til að sjá hann frammi. Hann er sjóðandi heitur inn á alla sem utan. Já, það er glæsilegt vonandi að fá að sjá hann spreita sig þarna frammi. En eins og þið heyrið þá er fanta þáttur hérna að framundan hjá okkur og við ætlum að byrja hann á This Is Love með will.i.am. Þetta kemur mér í gott skap allavega. Já. This is love. We build a love. Já, ég hef ekki bara leifa þeim að syngja þetta. This is love, this is love, this is love. This is love. Hún heitir víst Eva Simmons, svo sem syngur hann með honum. Það getur nú léttilega bara verið Black Eyed Peas lag, en hann hefur greinlega ekki nefnt það. Finna með Fergie. Já, þetta er svona skrítið. Já, mjög skrítið. En skulum ekki fara að krefja þannig. Er þetta mikill Black Eyed Peas aðdándið? Er ég mikill Black Eyed Peas? Er þetta mikill aðdándið The Black Eyed Peas? Nei, ekki rosalur. Ekki þannig sko, en þau er alveg flott lög. En þú ert að fan eða? Já, ég er mikill aðdándið. Já, fara á tónleika? Ekki fara á tónleika, en ég er bara gríðalur aðdándið. Það er gaman að heyra. Gaman að heyra. Já, við sitjum hér, Auðun Blöndal og skólastrákurinn Hjörvar Hafliðason. The Big Man on Campus, en svona kallaðir í háskólanum þessa dagana. Það er komið að slúður pakka dagsins. Ertu til í gott slúður? Já, ég er klárið eitthvað. Ertu með eitthvað íslenskt? Ekki neitt íslenskt, nei. Hefur þú heyrt að Sim og Jói séu hættir að tala saman? Nei, það hef ég ekki heyrt. Þá er þetta bara eittir í slúðupakkan. Já. Þeir talast því ekki saman. Nú, ég heyrði báðum í gerð og þeir voru undirbúið þáttinn sinn. Þannig að þeir hafa náða, einhvern veginn slíðið þar. Já, ég er í hátinu, þeir talast ekki saman. Já, ok, ég selði ekki dýrari kefti það. Hjörvar Hafliðason meina að Sim og Jói tala ekki lengur saman. Ekki lengur saman. Og veistu eitthvað okkur eða?
Það eitthvað að gera með eitthvað, ég veit það ekki. Svo hérna Herbert og Bubbi, þeir þú líki konuna. Herbert Guðmundsson og Bubbi Mortens. Það er alltaf gerast hérna maður. 2 nýja slúður. Takk fyrir það Hjörvar, þá íslenska slúðrið búið og ég ætla að fara hérna í erlenda pakkan. Og ég ætla að byrja á henni Kristen Stewart, þetta er kannski ekki merkilegt slúður en hún sást á flugvöllunum í LA eða LAX flugvöllunum núna daginn í ból af Robert Pattinson. Og hún var samt að halda fram hjá honum. Já, hún er að reyna að vinna hann tilbaka. Og fer í bólinas. Já, hún er að reyna að vinna hann tilbaka. Og þetta er mjög fyndið að því ég sá þetta á nokkrum stöðum. Þetta var bæði inn á Sun og fleiri slúður síðum. Það sem að vera að sína hana í þessum ból, sem er allt og stóra hana by the way. Og svo að vera önnu mynd af Robert Pattinson, þar sem hann var út að labba með hundi þeirra. Þá var hann í nákvæmlega sama ból og það er einhver vinur Robert Pattinson sem segir hérna í einhverju viðtali að hún veit, sem sagt Kristen Stewart veit hvaða tilfinningar Robert Pattinson ber til hvaða djöflasýra er þetta? Já, allavega, þá veit Kristen Stewart veit hvaða tilfinningar Robert Pattinson ber til bólsins. Þetta var svona eins og stelpa að reyna að vinna þig tilbaka eitthvað. Hún færi í United-búningin. Já, en þú veist, það gæti verið hvað United-búningur sem skilur. Þetta er eitthvað bónu sem hann elskaði. Þann sem að þú varst í 99 þegar að Solskjaer skoraði. Já, sem þeir eru unnið þrennuna. Já, þann búningur er ennþá. Það er langt sér, ég fari í hann. Alltaf þá er hún að reyna að vinna hann tilbaka með því að gangi ból á honum og þeir svona hérna slúður sérfræðingarnir sem að ég hef svolítið samband við hann úti vilja meina að þetta voru bein og skýr skilaboð til Robert Pattinson. Skýr skilaboð. Já, hún sammála því. Og svona til að bæta gráan og svart hjá Kristen Stewart þessa dagana þá er hún puttabrotin í þokkabót og var með spekku þarna flugvöllum. Gott á hana. Já, og heldur framhjá á puttabrotnaru. Láttu ykkur þetta verða leksju. Svo er það næsta, það er Tom Cruise. Vinnur okkar, Íslandsvinnurinn. Hann kallast nú ekkert Íslandsvinnur eftir að Russell Crowe kom hingað. Og bara Tom Cruise, bara maður sem hefur komið til Íslands. Eini Íslandsvinnurinn er Russell Crowe. Það er bara þannig. Það er toppmaður. Já, þvílíkur, djöfusi snillingur. En Tom Cruise, hann á ekki 7 dagana sæla. Hættur með, skilin við Katie Holmes. Og nú það er að poppa upp hellingur að leiðinda fréttum að kallinu, því miður. Það er oft hannig, Success as Enemies. Já, Success as Enemies og allt það, en þetta er komið frá svo mörgum núna að, menn eru farin að tala að sé eitthvað til í þessu. Og nýjast ekki til í þessu, þetta minn hætti þessu. Það sé vera auksjón aftur kærustu fyrir hann. Þeir þarna hjá Vísindakirkjunni vilja minna að sé ekki nóg gott svona pressa publicity fyrir Tom Cruise að hann sé skilinn og sé bara einn þunglindur. Okay. Hann er ekki þunglindur, hann er ekki party. Nei, það er vist að hann var einhverjum party-stendur núna daginn. Hann er ekkert, hann er náttúrulega bara leiður. Party. Farinn og barnið og auðvitað menn leiðir. Og en Vísindakirkjan er að reyna að bjarga þessu fyrir hann með því að hann er bara leiður. Hann er Tom Cruise, highest paid actor of all time. Já, þú kallar hann verið ekki leiður. The most successful actor of all time. Má ég klára þetta? Já, og Vísindakirkjan er að reyna að finna nýjar stúlkur handunum og nú var Vanity Fair að tala um það að þetta er nú ekki til fyrsta sinn sem þetta er gert því að áður en hann giftist Katie Holmes að þá var einhver leikkona frá Íran sem heitir Nazanin Boniadi og hún var beðin að vera kærast hættu þessu Hjörvar, hún var beðin að vera kærast hennast áður. Ég trú ekki svona kjaftaði þetta, þú ert að lesa eitthvað svona haters dæmi sko. Já, Vanity Fair samt. Allir reyna að ná höggja á Tom Cruise. Það er ekki ágætlega virkt tímaritt. Tom Cruise gerði bara Mission Impossible 1, 2, 3 og 4. Já, Tom Cruise er toppleikari. Það er enginn að efast það þarna barnið. Hættu að tala illa um hann. Ég er ekki að tala illa um hann, ég er bara að lesa hérna hvað stendur í fjölmiðlum. Ég er með slúðurhótt. Láttu mér ber bara skylda að lesa það sem er í slúðri. Láttu Tom Cruise vera. Næsta. Eigum við að fara að gera upp á milli? Já, gerum upp á milli. Hættum að tala illa um Tom Cruise. Ok, þá ætla ég að fara hér næst í Mel Gibson, en hann þarf að greiða hérna fyrirvændi konunni sinni Robin Moore risastóra greiðslu eða helmingin af 502 milljónum punda sem að hann er metinn á. Það stendur hérna að það eru góða líkur að hún fái helmingin en ekki víst. Þú ætla sökkar það maður. Já, en hugsaðar ef þú væri búin að ættir 500 milljónum, bara sem bara 500 milljónum sem bara svona eðlileg tala einhver og þyrftir að láta einhverja stelpu fá 250 milljónir. Það er ekki stelpa, það var gift. Nei, veist hvað við, hefur ekki séð Raw með Eddie Murphy. Ég meina þau voru saman í 31 ár. Já.
Já, og það var 7 börn, þannig að það er ekki eins og þetta sé bara einhver stelpa sem að vera að kynnast Hjörvar. Þetta er konan hans, fyrirhandi. Þetta er konan fyrirhandi? Já, hún hefur alveg hjálpað honum með fyrirhandi, en ég er samt samlað því að helmingurinn er kannski svona full mikið. Have, always have. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hérna Chuck Norris, minn maður, hann er búinn að vara fólk við að það gæti orðið 1000 ára af einhverjum hörmungum. Sem er sorglegast að ræða sem ég séð. Nei, mér finnst þetta frábæraði í honum og konunars og ég... Vertur hreinskilinn, ég veit alveg dýrka Chuck Norris, hvað er svo hallarstætt fannst þér þetta? Þetta var flott, Jón, ég ránaði með það. Þetta var eins og grínatrið í einhverjum bíómynd. Expendables er ennþá í 3. sæti eftir Top of the Box Office á tímum þar sem að Bandaríkjamenn eru hræddir við að fara í bíó. Þá hafa þeir náð að slá öll þau viðmið sem hægt var að benda á. Þrátt fyrir að Bandaríkjamenn séu hræddir við að fara í bíó, þá er fólk ennþá að fara á The Expendables Part 2. Glæsilegt. Herru, þetta var slúðurpakki dagsins. Hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Hjörvar með ykkur til 6 í dag og já, það er komið að hérna svona smá hrekk. Ég er frekar barnalegur svona að eðlisfari og það þarf ekki oft mikið til að gleða mig. Okay. Og í þættinum á mánudaginn, þá hérna las ég upp grein hérna í fréttablaðinu sem það stendur bara orðrétt stefnir í metaðsókn að hátíð fyrir bangsalega homma og það var hérna risagrein í fréttablaðinu og allt gott með það verður stemming af þeim strákunum nema þá hringdi ég í nokkra aðila Simma Will og Rikka G og fleiri og var svona stríðað maður spurja á hvernig yrði hjá þeim helgina þar sem þeir eru nú gorki samkynniðir nýjar bangsalegir kannski pínu bangsalegir þeir eru bangsalegir já, en hérna svo lítið sveppa það sem að var fyndnast við þetta var Rikki G hann var svo genuine hneykslaður og hann er nú að vinna þetta með okkur FM 957 og það er Rikki er bara með einhvern element það er virkilega gaman að stríða og svo lítið sveppa hringi hann á þriðjudaginn þá var hann eitthvað að spyrja mig veistu eitthvað hvað Öddi er og eitthvað og ég var að spæja, ég leit Pétur ekkert gera í gær en vilt þú ekki hringja núna í Rikka? Jó, ég skal hringja og byrjaði samt að tala svona við hann eins og bara eitthvað eðlilegt eins og félagar já, ekki fara beint í bara hvernig verður helgin í þér af því að þá fattar hann ég ætla að setja hérna á leininúmer þannig að skulum tekka hérna á þessu Já Rikki Yes Læs að ég höra hérna Sæl Sunshine Hvernig verður það? Ég er bara helviti góður Herri, ert þú að fara í golfmóti núna eftir? Golfmót? Já, núna 365 golfmótið Nei, ég er þetta kemst ekki það Já, ok Ég held það því að þú ert svo mikið í golfinu og ég held því að þú væri að Já, ég er þetta alveg vilja skella mér ég bara komst í miður ekki það er alveg brjálega að gera En ertu eitthvað búin að negla helgina? Með golf? Nei, með þessa hátíðana Er eitthvað búin að ákvæða hvað það ætlaði að gera? Nei, ertu að fucking grínast í mér eða? Hvað er aðeins mongólit þarna sem við Ætli að fara þarna aftur í lónið eins og í fyrra? Ætli bara í lónið eða ætli að ná barburu eða ætli bara að chilla eitthvað? Ætli ekki bara shiti hell up Hvernig verður þetta hjá okkur ekki? Þú ert að ringja núna í mig í 3. skipti í vikun og gera grein fyrir því sko Verður allir hópurinn, kom allir sem voru í fyrra eða? Ég sverða, ég enda með að fara í þessa hátíð bara svo ég losna við þig, sko. Þetta er eitthvað feimnismál eða ekki? Þetta er ekkert feimnismál, það er bara búið að hringja þig, þetta er verið að jara við síma ónæði, sko. Það er alltaf eftir, ég hef saklaus. Já, ert þú að fara hátíðina? Nei, alls ekki, ég er ekki bangsalur. Nei, en svo endar þetta með einhverju 150-200 manna, karlmanna balli í Iðursölum. Já, ertu ekki spenntur fyrir þér ekki? Ert þú að DJ eða allar er bara að skemmta þig með þeim? Ég veit ekki hvað ég á að svara, mér er svo kjánalegt sko, ég er bara með kaldan svita kjánarhótti sko. Herru Rikki, hafa það gott, við tökum að þér. Má ég búast til að heyri þér aftur á morgun eða? Nei, hvað heldur ég sé alltaf með sama brandarann? Herru, sjáumst í skvassi í kvöld. Já, bye. Þetta var Rikki G sem að mér heyrist hann ekki vera á leiðinu hátíðina. Já, hann var bangsalegu hommahátíðina. Já, hann er sérst að það fyndin og skemmtilega hátíð. Já, þetta er reyndar einhver krútlegasta grein sem ég hef lesið. En þakku Rikki G, gæla fyrir þetta. Með Hanging by a Moment, ágætis nostalgía í þessu. Ég hef alltaf að fíla þetta lag ágætið, þú hefur svona ekkert fíla þessa hljómsveit. Þetta er svona hljóma svona eins og lag sem að þú ættir að fíla. Já. Þetta er samt ekki neitt lag sem ég myndi koma í flottulagkeppnina. Talandi flottulagkeppnina, ertu búin að velja lag? Ég er búin að velja lag, já, allt klárt. Ég ætla að taka mikinn séns í þetta. Ég ætla líka að campa á. Já.
Við erum gambling menn. Já, nákvæmlega. Það kemur að þessu. Heyrðu, blöð. Já. Það er hugmynd. Hugmynd? Hvað með hana? Segðu mér, bara í fullri alvöru, öllu gamni sleftu. Hvað er þetta, eitthvað dramatík? Nei, bara, þú veist, hugmynd bara. Ok. Segðu mér 10 hluti sem þú elskaðu mig. Hvað er þetta eitthvað? Jú, segðu mér, segðu mér. 10 hluti sem ég elska þig? Já. Nú, hvað er við að... Nei, bara segðu mér 10 hluti. Orða þetta þóður í þessi. 10 hluti sem ég fíla við? Má ég segja þannig? Nei, ég vil hafa 10 hlutir sem ég elska við. Nei, það bara get ég ekki, hérna. Ég get ekki sagt eitthvað 10 hluti sem ég elska við þig. Nei, ég er ekki móðinn. Ok. Hún myndir nú ekki... Nei, ok, á hérna... 10? Ef ekki hafa þetta svona 5-7 kannski? Nei, leikurum minn verður 10, en ok. Þá til bíómynd sem ég er 10 Things I Hate About You. Já, ég veit það. Það er miklu auðveldara það. Það er miklu auðveldara. Ok. Ok, og minkar er 7. 7 hluti sem að ég fíla við. Þú gæst ekki fundið upp á 10. Ok, 7 hluti sem ég elska við. Fæ ég svo tilbaka það? Segir þú svo um mig? Já, ég kem með 7 og þú kemur 7. Ok. Ég hef mátt skrifa þetta hann niður. Þú ætti að segja þetta áðan. Þú ert hérna, þú ert skemmtilegur. Takk fyrir það. Já, skemmtilegur ungum maður. Hvað fíla ég við? Þú ert úr neittinn. Takk fyrir það. Ói, bara stafna. Svo, heimilega, það er ekkert... Þú heldur með Manchester United. Ég elska það við þig. Takk. Verða að gefa þér það. Þú hatar ekkert öl. Ég elska svoleiðis menn. Fjóða komið. Það er virkilega skemmtilegt að ferðast með þér. Já, takk fyrir það. Skemmtilegu ferðafélagi. Takk fyrir það. 5. Úr hreinskilin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk fyrir það. 6. Hvað eitt í viðbót? Ég veit það ekki. Sveimir þá bara, þetta er svo þægilegt. Bara, ég fíla hvað úr mikið vita á fótbolta. Mér skal maður ræða við fótbolta. Takk fyrir það, sko. Það eru 7 hlutir. Nú svífum maður allir. Það er gott að... Hvað, varstu að sækjast þetta H-vítamini? Já, mér vantaði H-vítamini. Já, smá hrósvítamin. Já, þannig að þess vegna bað ég að gera þetta fyrir mig. En varst þú eitthvað búin að hugsa þetta til mín eða? Hugsa til þín, ég geti ábyggilega satt 7 hluti bara mjög hratt til þín. Já, hvað er það? Það er alltaf góð lykt að þér. Hvað er það? Þetta er ekki fyrsta sem þú segir með það. Þú ert skipulaður. Ok. Þú ert góður að... Þú ert svona hvatvís. Hvatvís, ok. Það þarf, ef maður kemur með hugmyndin, þá tekur yfirleitt stuttan tíma fyrir það að ákveða eitthvað sem þið langar að gera. Þú ert mjög fyndin. Ok. Fleiri jákvæða hluti sem ég get sagt Þú ert komið 4 og sagði nei. Þetta er erfitt, sko. Það er gaman að fá sér í glas með þér. Þetta er alltaf sama. 5, ok. 82 eftir. Þú ert snirtilur. Já. Það finnst mér mikill kostur. Ok. Ég þól ekki fleiri jákvæða hluti við þig. Já, þú ert 1 eftir, þá eru þú ferskir í þessu ámáti hérna. Þú ert mjög ljúfur maður. Mjög ljúfur maður. Hvað ég segja mér? Já, þú ert mjög svona tilfinningaríkur og ljúfur maður. Ekki bara góður maður? Ég myndi alltaf segja að þú var góður maður, en ég segja að þú var tilfinningaríkur og ljúfur. Það átt að koma núna auglýsingar, en ég einhvern veginn bara get ekki annað en að setja bara þetta á. Þetta menn opnuðu sig hérna. Þetta er My Heart Will Go On með Chubby Little Svessmenn. Og svo það sturla staðreyndir. Finnst þér tískuheimurinn heillandi? Elite leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsætustörfum og ert á aldrinum 14 til 22 ára og yfir 1,72 á hæð, kíktu þá í Smáralind á laugardaginn milli 11 og 3. Sjáumst, Smáralind og Elite á Íslandi.
Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Það er hárrétt hjá henni, þið að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það styttist í flottulega keppnina og nýjan lið, það er hann Rúnar vinur minn sem að býr í Breiðholtinu og býr í Bökkunum í Breiðholti og það er maður sem verður vitni að ýmsum hlutum og ég ætla að heyra í honum eftir. Hann vil meina að það rata ekkert allt í fjölmiðlana sem er að gerast þarna í Bökkunum og það er víst skelfileg hluti verið að gerast þar, Hjörvar, og ég ætla að hringja í hann á eftir. Þetta er svona maður, hann er ekki að vinna, þannig að hann verður oft vitnað einhverju í Bökkunum í Breiðholtinu sem engin annar verður vitnað. Og er margt af þessu sem er að gerast þarna sem ratar aldrei í fjölmiðla? Já, það er máli. Sumt af þessu ratar í fjölmiðla sem betur fer. Ef ég skildar rétt, þá ert þú komin í samband mann sem verður oft vitnað öllum þessum hlutum. Já. Þannig að hann er að fara að segja okkur hvað er að gerast þarna í raun og veru. Já, ég heyri bara í honum hér rétt og eftir og ég myndi ekki missa því. Það eru sláandi hlutir að gerast þarna sem ekkert allir verða vitna nema hann. En áður ég heyri í Rúnari og förum í flottulega keppninu og annað, þá ætla ég að taka hér dagskrárlegin Sturla staðreyndir. Er þetta ekki til í smá staðreyndir? Jó. Ekki. Þá ætla ég að taka hérna fyrstu Sturlu staðreyndina og það er fólk sem er ástfangið, lifir lengur, er með betri heilsu og gengur betur í skóla og vinnu. Sturlu staðreynd. Þannig að, til hamingju þeir sem eru ástfangin, þeir hafið það bara greinlega betra. Já. Svo er það næsta. Stöldurum aðeins við ástina á þetta. Já. Ok, þá er það næsta. Justin Bieber er yngsti karlkynsöngvarinn til þess að komast í fyrsta sæti á Billboard listanum síðan að Stevie Wonder gerði það 1963. Ok, hvað voru Jackson krakkarnir gamlir þegar þau voru að... Já, Michael Jackson náttúrulega var aldrei á sóló. Það er hljómsveit. Já, en Jackson 5 krakkarnir. Og þannig að það hafi einhvern verið yngri kannski þá bara part of a band. Já, svona það var barna hljómsveit. En Jordi, náði hann ekkert þarna? Ía, Frakki? Nei, hvað heldur hann hefur komist á toppin á Billboard listan? Hey, it was a massive hit, man. Hvað er Jordi að gera í dag? Hann er örugglega endað í eitthvað rugli, svona eins og margar barnastjörnur. Rugli, hann var náttúrulega ekki báðist, hann vissi ekkert að hann var stjarna. Nó. Sko, Jordi var hann ekki 10 mánuða eða eitthvað? Nei. Ía. Nei, hann var... Hann var svona 10 ára? Nei, hann var ekki nema svona 4 ára eða eitthvað. Nú, já. Ía, Jordi, Ía. Eitthvað, var kissa í laginu? Já, Já. Það er komið gott að þessu. Þá er það næst, flest SMS frá einni mannesku eru 182.689 á einum mánuði. Ok. Þetta fannst mér impressive tala. Hann hefur verið að rífast við konuna. Já, það hefur verið löng helgi. Það hefur verið eitthvað svona, nei, jú, nei. Hættu þessu. Já, ekki þetta. Ég ger það sem ég sýnist. Komið gott. En þetta er á einu mánuði 182.689. Þetta hefur kostað líka skilningin. Ég og félagar sem getur sendt á svona mörg SMS á mánuði. Þið getur það. Hver er það? Gíðhöfðingin. Já, Egill. Þú sé það og sendir SMS. Já, sko, hann er náttúrulega búin að skipta síma þegar hann var með gamla BlackBerry síma sinn. Hann hafði getað keppt í þessu. Já. Ég hef aldrei séð mann skrifa jafn hratt og hann var ekki að horfa á skjáinn. Hann var mjög góð líka á Nokia, sko. Þess að þú þurfti kannski að íta 3 og saman takkan til að ná í staf, sko. Já. Þetta var allt in perfect Icelandic og allan pakkan, sko. Já, hann er mjög góður að senda SMS. Við þurfum að gefa hann það. Svo er það næsta stjórnlega staðurinn. 21% fólks finnst allt í lagi að hætta með maka sínum í gegnum Facebook. Stjórnlega staðurinn. Það er glórulaust. Já, það er dapurt. Fjandinn. Ég meina hvað, það er þá væntalega bara í tjattinu. Þú ert ekki að posta þessu á vegginn bara, þetta er búið. Það er leitir. Þetta er svona... En reyndar er fólk byrjað að tala rosalega mikið saman á tjattinu. Nei, þetta er samt lélegt. Það sjálfsögðu hitti manneskjunum. Það segi ég alltaf. Svo er það næsta. Meðalmaður á Facebook á 130 vinni. Sturlu staðreynd. Það var að taka allan heim. Ok. Gaman því. Svo er það næsta. Tímaritið Time Magazine valdi Adolf Hitler sem mann ársins árið 1938. Já. Það er bara Sturlu staðreynd. Mjög eðlilegt. Hann náttúrulega reyfi Þýskalandi gegn áður en að þessi vitleysa fór á stað. Kannski ekkert komið mörgum óvart. Hann var ekkert valinn aftur samt. Nei, hann er kannski getur verið valinn 39 líka og gekk svo vel hjá hann, sko. Þetta er svona áður en hann var pirraður, kallinn. Já, hann var náttúrulega mjög pirraður alla tíð, sko. Já. Vissur það að hann var græmyndisæta? Nei, það vissi ég ekki. Það er Sturlu staðreynd, wow. Þess að alltaf verið hræddur við græmyndisætur. Já, því þeir eiga til að snappa bara. Hann drakk ekki heldur, þannig að ef einhver félaginn eitthvað svona, nei, ég drekki, ok, og hvað, við viljum að bjóða kjöt? Nei, ég græmyndisæta.
þá áttu að vera svona bara bítu. Ég reynda persónulega aldrei treyst manni sem dregur ekki. Nei. Það ekkert bara út á Hitler, sko. Nei, ok. Svo það næsta, ég að ljúga þessu. Það mun betra að sleppa þessu. Svo það næsta styrla staðrind. Á 7 ára fresti missur samband við helming vinaðina og kynnist nýju fólki í staðinn. Þetta fannst mér svolítið skemmtileg styrlu staðrind, því að mér er svolítið til í henni. Maður missir ekkert endilega samband, en hefur mun minna samband við, ég mér þess að á 7 ára tímabil fannst mér þess að perfekt tala hjá þeim. Og þetta sló mig pínu. Ertu sammála þessum? Já, ég meina, það eru félagar í grunnskóla sem þú heyrir í kannski einu svona ári núna. Já, til dæmis eins og margir mínu svona bestu vinnur frá Sauðárkróki. Ég heyri mun oftar í þér heldur en þeim og ég þekkti þig ekki fyrir 7 árum. Já, en þú ert reynda gæði sem ræktar öll þín sambönd alveg ótrúlega, sko. Þú ert með svona 16 spilaklúba í gangi, 8 matarklúba. Bara passa að missa ekki tengslu við vinnu sína. Og má tega þetta. Já, þú hafði getað sett þetta í 10 hluti svo elskaðu mig. Ég veit það ekki. Þetta er svona, samt svona sem í geðsíki, sko. Já, ég var að hendi eitthvað spilakvöld. Ói. Nei, en þér finnst það gaman. Ekki, veistu hvað er gaman að spila með fjölskyldu og vinum. Okay. Ég nenni ekki að fara að rífast það einu sinni enn við þig. Svo er það síðasta, stórt ego er ein af aðal ástæðan fyrir sambandsslitum. Og já, ég er ekkert að horfa á þig, en ég spyr þig, ertu sammála þessu? Að maður hafi lent í konu með stórt ego sem að... Eða konu sem hafi lent í mönnum með stórt ego. Nei, það held ég ekki. Nei, allavega. Þetta er talin einn aðal ástæðan. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Við ætlum að heyra í Rúnari sem að er í Breiðholtinu, eða réttar að setja í Bökkunum í Breiðholtinu, og hann er með eitthvað sláandi sem hefur verið að gerast þarna og sem hefur ekki ratað í fjölmiðla. Það finna ekki allt í fjölmiðla. Hjörbi, þetta er eins og lag sem ég veit að þú fílar. Yeah. Þetta er Feel the Love með Rudimental og þetta er eiginlega bara eitt svalasta lagi á stöðunni í dag. Feel the Love? Hlustaðu. Já, þetta er fínt lag. Þetta er geðveikt lag. Rudimental, það er bara í, þrjusu skapa á þessu. Þeir að hlusta hér á FM 95. Sveimir þá, maður langar ekki eitt kaldan þegar maður er búin að heyra þetta lag. Já, sveimir þá. Það styttist, ég er að spáði að fara að ringja bara í Rúnar. Ég veist hérna að heyri aftur í ÁTVR Hjöpa. Já, hvað varðum hann? Hann var eitthvað ekkert voðalega vinsæll. Hann var mjög óvinsæll í ríkinu. Já, fólk vill ekkert að setja hnýsast í. Á ég að fara hérna. Hvað segir þú? Nú er betur en að byrja. Er þá drukkið meira? Já, dögum smá til að verða hérna eftir. Ég er til í það. Okay. En ég er að spáði að fara að ringja í Rúnar, vinn minn. Og Rúnar hérna í Bökkunum í Breiðholtinu. Vá, hann er búin að vera meira fréttin að það. Já, hann er bara hellingur af hlutum sem gerist og fer ekki fjölmiðla. Já, það fóru náttúrulega þessi frétt í fjölmiðluna hana barni sem hún höfugúbrotið. Já, en það var endar ekkert. Og var það ekkert? Nei. Þannig ok, en Rúnar þá getur þá sagt okkur allavega... Hann ætti að geta sagt okkur eitthvað frá þessu, sko. Það var hvort hann orðið vitna þessu eða ekki og það er nefnilega, það rataði fjölmiðla. Já. En það ratar ekki allt í fjölmiðla. Þannig að ég ætla að heyra í Rúnari hérna núna. Ég ætla að ringja hérna í hann og spyrja hann svona hvað sé að frétta. Er hann á línu núna? Rúnar? Nei, maður sé að byrja. Ég þarf að ringja í hann, spyrja hann svona hvað er að frétta úr Bökkunum í Breiðholtinu núna. Frétta Rúnar? Er það Rúnar í Bökkunum? Já, fréttamaður hérna í Bökkunum. Sæll og blessaður og Auðun Blöndal hérna í FM 95 Blöð. Blessaður og velkomin í Breiðholtið. Þakkaði fyrir það, kallið minn. Ég ætla nú bara að byrja að spyrja hvað er að frétta úr Breiðholtinu núna? Já, það er nú, það að frétta, það var hérna svona 8 manna hópur af strákum í 9. og 10. bekk. Já. Að sparka í hund. Nei, ég trúi. Það var í tösku. Þetta var hundur sem heiti Jónas. Já. Þeir hérna spörkuðu hundinum á milli sín. Svo tóku þeir hérna kött upp á róunni og hérna fóru að kasta honum á milli sín. Nei, maður. Hvenær gerist þetta? Þetta gerist bara núna í hádeginu. Já, allar ekkert að láta fjölmiðla vita? Já, ég er að láta sig vita núna, þú ert svo fyrsti sem ringir. Já, ég skilji. En varstu búin að fá allar aðra fréttir hérna og varstu búin að heyra þarna með... Þarna voru þarna 3 strákar sem að stálu bolta af 1 ára. Já, ég var búin að heyra... Og höfuðkúpubrotu. Ég var búin að heyra þá frétt. Vissir það því? Ég vissi að því. En er eitthvað fleira búin að gera svona síðustu daga, Rúnar? Já, það var hópur einhverja 15 tælendinga sem að börðu hérna aldraða konu hérna í gærkvöldi. Ég trúi. Þeir var með vídeoleguna. Já. Þess að börðu hana til óbáta.
Varstu ekki búin að heyra því? Nei, ég hef ekki búin að heyra því. Svo frétt ekkert búið að komast inn. Ég held nú að fólk verið fyrst brjála þegar það heyriði því, sko. Já, þetta er skelfilegt. Já, þetta voru sem sagt 15 Tælendingar og sem sagt kona á nýræðisaldri. Já. Og þeir sem sagt lömdu hann alveg svoleiðis sundur og saman. Ég trúi þess ekki. Ég skal sjá geta þetta komið fram. Já, og þetta gerist hvenær? Þetta gerist í gærkvöld. Þetta er í gærkvöldi. Þetta hefur verið að gera svona 20 mínútur í 10. Ég sitt hérna út í eldhúsglugga. Já. Kom allir þessi Tælendingar og berja konuna svona eitthvað. Ertu svo eini sem verður vitna að þessu, Rúnar? Ég hef svo sem ekkert að vinna neitt lengur. Nei. Ég verði átt vitni. En ég hljópaði eftir drengjunum. Já. Og ég náði einu þeirra. Ok. Hann skildi ekki íslensku. Nei. Þannig að ég þurfti að láta hann sleppa. Já. En ég mér fannst nú alveg, ég verði að hringja fyrir 95 blöð og láta vita. Já, ég þakkaði fyrir það. Þakkaði fyrir það. Þetta er svona þessar helstu fréttir hérna. Já, ok. Þá voru þessi 2 vopnur rán. Nú? Þessar annan með afsæðari hallgræmissu. Á henni Bónusvíkjó. Hvernig er það? Það var í fyrradag. Það er í fyrradag, já, það er eldra, ok. Já, svo frétt hefur svo sem ekkert nema Facebook. Nei, ég skilur. Ef þú kíkir á fésið hjá mér, þú getur þú séð svona eftir helsta það. Já, varstu inn í sjoppinu þegar hún var rænd með afsagaðar haglabessu? Nei, ég labba inn þegar að þjófurinn að labba út. Ég skil þig. Þannig að hann heipur svona heili beint í fangi á mér en ég átti bara ekki búin á þessu. Nei. Svo var ég inn að taka spólu þarna mánudaginn og þá kemur einn með hníf og rændi allt og röflaði. Já, þetta er afleitt. Þannig að það er svo sem nógum að vera. Já, það er gott að vera með gott vitni þarna í bökkunum. Já, ekki málið. Og endilega bara hringja því að það er alltaf eitthvað að gerast og mér finnst alltaf sjaldan sem þess að fréttir rati í blöðin. Já. Og ánægður að þetta getur loksins rati í blöðin þetta mánudaginn. Já, ég skilji. Þetta er skelfilegt. Já, þetta er ekki hægt. Þetta er alveg skelfilegt og ég verði í bandi við Rúnar og þakka fyrir þessar upplýsingar. Og ringdu nú að leggja smá áherslu á þetta hafi verið Tælendingar sem ráðist á hérna á konuna. Nei, það skiptir einhver máli. Það skiptir öllu máli. Herru, þakka fyrir þetta, Rúnar. Já, og verðum bara, hefum ekki bara hafa þetta allar 50 daga? Jó, ég ringið og fæ upplýsingar. Endilega. Takk hér. Ég hef nefnilega ekkert að gera. Nei, ég heyri það. Ok. Blessaður. Já, þetta voru sláandi fréttir, Hjörvar. Ég sé að þú situr hérna bara og vissir ekki hvernig áttur að haga þér. Nei, það er svo sem, þetta verðist ekki alltaf rata í fréttunar. Nei. Þess vegna maður svona ánægður að sé einhver maður að segja frá. Já, það þarf einhvern svona heilbriðan ungan, hann er kannski ekki ungur, en svona heilbriðan mann þarna í bökkunni sem að segja okkur hvað er að gerast þarna. Það er raun og veru, sko. Það er hárrétt þér. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaðdaginn. Þeir að hlusta á FM 95 blöð og það er komið að dagskrárlið sem er vikulegur hjá okkur Hjöppa hérna á 50. Og þessi liður áeiginlega vel við núna eftir lagi sem vorum að hlusta hérna rétt aðan. Leyndamál. Já, þetta er flott lag. Ég var með félaga mínu sem er jakkall mér og hann er svona jakkall okkur en hann er samt 100 árum eldri. Ok, snjanda. Hlusta bara Rás 2 og er alveg hella leiðilegur. Nú, ok. En fjói fínn áhengi, þú veist, hann er bara orðin fullorðinn. Heyrði þetta lag. Sem að við ættum kannski að hugsa. Hann heyrði þetta lag og hann bara stoppaði. Bara byrju, vá, hvaða lag er þetta? Þetta er hrikalega flott lag. Kóngurinn. Þetta er Ásgeir Trausti með Leyndamál og talandi flott lög að þá ætlum að fara í flottulega keppnina. Hvað er það að segja eitthvað Ásgeir? Nei, bara vel gert Ásgeir. Já, til hamingju með þetta Ásgeir. Staðan er jöfn hjá okkur eða ekki, flottulega keppninni. Það er allt í járnum. Er ég ekki einu yfir? Ertu einu yfir? Varst ekki að jafna minn síðast? Já, ég held ég var nú reynd að vera að komast einu yfir daginn. Ég vann þig í síðastu og þú varst alltaf að taka fleiri og fleiri til að sjá. Nú ekki líf maður, þannig að ég verið að hæsta þér. Það var Dr. Dre sem ég vann. Já, ég veit þú vann síðast en ég jafnaði helgin áður með Keflavíkur nætur. Það er þetta rétt þér. Vel gert. Hvað ertu? Fíll eða? Já, það er semifíll í mér. Það er semifíll í þér. Herru, þú byrjar, ég byrjaði síðast ekki, þannig að þú ert að byrja núna. Já, mér er alveg sama hver byrjar núna. Nei, þér er ennaflega ekki sama. Mér er alveg skiptir engum máli hver byrjar núna og krakkar því númerið er og fullorðnir, sérstaklega því sem eru fullorðin. Síminn er 511-0957. Þannig að það ringir ekki inn fyrir að búa að heyra. Nei, ég ætla bara að minna fólk á hvað, af því að krakkarnir sem er að hlusta þig og er svona einhver það er alltaf að hlusta og veit alveg hvað númerið er en My Dedicated Fans veit þetta ekki sko. Já, ok. Hvað er þetta? All My Dedicated Fans. Kynntu bara inn lagið þitt. Þetta er lag
frá árinu að ég örugglega held 93 eða 93 eða 4, það náttúrulega fer eftir hvar þú bjóst. Þetta með listamannum Ice MC og þetta ásvöldið gott vel við það því að við þurfum að fara að hugsa öll okkar mál upp á nýtt. Já. Og hvað heitir lagið hér? Þetta lag heitir Think About The Way og fjallar allt sem í gangi í heiminum. Þetta framlægan Sjöppa hér í flottulegakefninni. Og Euro-techno, ef ég tapa og verið geðvig. Ice MC, Think About The Way, þú veist náttúrulega ekki hvað lag ég er með rosalegt lag. Og þetta heyri hérna. Bom, digi, 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 bom, digi, bom. Herru, þetta var svona taktur því miður ekki búinn lengur til. Þetta Hjörvar Hafliðarsson í flottulegakefninni. Bom, digi, 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 bom, digi, bom. Ég meina viðlagið, lagið eins allan tíma. Think about the way that we used to. Skemmtilegt. Þetta var sem sagt framlægan Sjöppa og fekk hann alveg 2 mínútur þarna því að hann alltaf beðið um að bíða eftir einhverju viðlagi. Bom, digi, 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 bom, digi, bom. Hann sagði það ekki allt lagið. Það var spurning, hvað kemur Öddi með? Öddi kemur með smá áhættu líka. Nei, svona smá áhættu. Ég fór á tónleika daginn með hljómsveit sem að mínum mati besta hljómsveit sem við Íslendingar höfum átt. Þú sagt þetta svona 20 íslensku hljómsveitir. Nei, ég meina með þess að. Og alltaf einhver grínari eða einhver leikari kemur í heimfólk og segir alltaf bara nú einn af mínum allra uppáhaldsleikurum. Það er beyond me að þessi hljómsveit skulle ekki hafa orðið heimsfræg og ég held að þetta sé svona besta lagið með þeim og já, þetta bara í tilefni það voru tónleikar með þeim daginn og framlag mitt í flottulegakefninni, íslenskt játakk þó við syngja á ensku. Þetta Jet Black Joe með lagið Rain og hvernig ekki hægt að kjósa þetta lag. Wow, þunglindi. Búið að rigna svolítið í vikunni. Ekta blöð þunglindi. Búið að rigna svolítið í vikunni. Hlustiði, þetta geggjalag. Ekki vera að syngja yfir mitt lag. Í ruglinu. Hlustaði núna Hjörvar. Kom, make lag í Hjörvar. Varst að syngja með það ekki? Nei. Nú, ég sagði aðan, þú verð ekki lygin. Já. Það var 10 hlutur sem ég elskaði þig. Herru. Varst að syngja með? Leður líka fólki aðeins að fá smá stiklu úr mínu lagi? Nei. Þú fékkst 2 mínútur Hjörvar. Þetta mitt framlag, Jet Black Joe, Rain. Þannig að nú erum að gera að syngja í 511-0957 og segja okkur, já, hvort lagið þið voru að fíla betur. Þetta ekki flókið, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur og ég ætla bara að opna hérna fyrir síman og fáum hérna fyrsta hlustanda. FM 95 blöð, hvort lagið fannst þér betra? Ég held að ég verði að segja Höppi sko. Akka í kjallaða fyrir. Já. Bom, digi, 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 bom, digi, bom. Fannst þér digi, bom betra heldur en Rain með Jet Black Joe? Já. Það skrítið mér. Það er svo fyndi lag maður. Það er sendilega að keira þetta heldur en að deyja við að hlusta á eitt. Nei, bara góð tónlist. Eitthvað gott rigningarþunglindi í boði skagfiska. Já, það er rigning á landinu og þú fara að henda meiri í það. Nákvæmlega. Ertu 90s maður? Ertu 90s maður? Já, allavega. Allavega, djúvöldlega gaman að herja þér. Herru, takk samt fyrir að ringja. Haltu áfram að vera flottastur. Það er leitar. Staðan er 1-0 og við fáum næsta hlustanda hvort lagið fannst þér betra. Þú ert klárlega með þetta. Djöfessi snillingur. Þú ert klárlega með þetta. Þarna er alvöru maður. Sko, ég þakka fólki sem að kýst þig. Ég þakka þér fyrir að ringja og hlusta. Þú gerir alltaf grínað öllum, bara eins og sé eitthvað að fólki sem kýst mín lög. Og klála með þetta. Herðu ekki hlusta á hana villising. Takk fyrir. Takk, bæ. Staðan er 1-1. Öddi, ég glemdi að segja það, hún maður. FM 95 blöð, hvaða lag? Herru, það er klárlega Jet Black Joe. Þarna, við vissis fagmennska. Herru, takk fyrir þetta, 2-1. Ok, staðan er 2-1 fyrir blöð hérna, við skulum fá næsta hlustanda. Hvaða lag kýrst þú? Allan daginn Öddi. Allan daginn Öddi, 3-1. Þetta byrjaði illa en það er að koma alvöru lið hérna inn núna. Ertu Jet Black Joe aðdáandi? Já, Ok, fórst á tónleikana? Nei, ég er á Akureyri sko. Já, ok. Ég held þessu á leiðinu norður og kíkir á það þá. Já. Herru, takk fyrir þetta. Hættu þessu Hjörvar, hvað ertu, 5 ára? Takk fyrir. Bye. Þá er komið að næsta hlustanda FM 95 blöð, hvort lagið fannst þér betra? Öddi, hanna, glæsilegt, 4-1. Bye. Herru, takk fyrir að ringja. Bye. Bye. Bum, digi, digi, bum, digi, bum. Ekki verður þetta 5 í röð hérna. Nei, þetta er svo bjarnalegt að vera með... FM 95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég var nú að þessum sömum tónleikum á Öddi, þannig að ég held ég verði nú að kjóta Öddi. Djöfessi snild, 5-1, þetta kallar maður niðurlægingu. Nei, niðurlægingu 5-0. Já, 5-1 líka.
Svo verði ég bara að segja það, ég var að horfa á síðast þáttinn í Ameríska draumnum, ég held ég hafi aldrei hlegið jafn mikið af Ubba þegar hann giftið sig. Þannig að ég bara gat ekki annað en kotið þetta. Það eru þakka fyrir það og takk fyrir að ringja. Briljant. 5-1 Hjörvar, það er ekkert við þess að gera. Því miður fyrir þig, þá var fólk ekki að fíla þetta bónd ekki bónd. Ég fatt ekki það sem ég fatt ekki. Hvernig hefur þú kosið? Halló? Hæ, hvernig hefur þú kosið? Hjappa. Þakka kjalla fyrir þetta. Það er eitt pitt í þetta í lokin. Fílar þú 90s eða? Já, klarlega. Þetta er svo þunglindislegt. Nei, bara gott. Sett á þetta er Ice MC, Think About The Way. Næja, Hjörpi fekk 1 atkvæð og 1 pitti. Takk fyrir að ringja og... Þykir vænt þetta. Hvað heitir sýstinn, Hjörpi? Þessi sýstir mín sem var að ringja. Þetta er hún hérna Hrönn sýstir mín. Takk hjá Hrönn mín. Hrönn, ég beð hilsa. Bye. Já, Hjörpi fekk 1 pitti í lokin 5-1 og þá er orðið hvað? 13-13 hjá okkur. Blöð er búin að jafna þetta aftur. Spacebound. Ég var að fatta það á hverju ég er að tappa fyrir því þegar ég mæti með My Party Songs. Af því ég er að partyböðu. Þá mæti ég með My Party Stuff. Í flottilega kefni. Já. Þú náttúrulega spila bara þunglindist tónlist hérna. Og það er við ætlum að heyra lagið á leiðinni heim og það er Radiohead, I Think I Will Kill Myself Tonight. Það er bara á leiðinni heim. Og allir þunglindisjúklingar. Þannig að þú er búin að stíla eina. Eins og ef ég væri með þáttinn þá væri allt eitthvað bara Party, party. Já, sem væri bara vond. Party, party. Tónlistasmekkunum þinn. Hann fyrir ekki á topp 10 Nei, og málega sko, alltaf þegar ég kæmi hérna úr hljóðverinu þá væri alltaf eitthvað svona 100 manns einhvern veginn bara Party, party, party. Og ég myndi bara halda áfram með DJ-a fyrir utan en þú ert alltaf, komið að leiðinni heim og... Ertu að drekka hvað út í borðið? Ég ætla að fá Metallica og... Ekki vera svona tapsar. Þetta eru topplög og lagið á leiðinni heim er alltaf gott. Þó að sé ekki partylag. En það er leikkona á leiðinni til okkar hér á eftir. Hún heitir Anna Gunndís og fer með aðalhlutverki í kvikmyndinni Frost. Mætir hérna í spjall eftir smástund og talandi um leikara þá er frægur leikari staddur á Íslandi. Það er með þess að nokkri, allavega 2. Ben Stiller, hann er ennþá á klakanum, ekki? Jó, hann er ennþá hérna. Ég sá hann með þessum dag. Já, og svo er líka hérna Roger Jefferson, hann er ennþá á landinu. Og það vil svo skemmtilega til að ég er með númerið hans Rodgers. Hann, já, það er náttúrulega... Svaraði hann ekkert, já. Já, hann er alltaf búinn að svara mig. Svaraði einu sinni? Nei, hann er búinn að svara mig 2 svar, held ég. Ok. Já, og ég held að það er nú ekkert að kynna þennan mann fyrir neinum. Hann fyrir með aðalhlutverki í Different Strikes þáttunum, sem eru hrikalega vinsælir á Íslandi. Já, það er góð þetta. Ég er á 3. seríunni einmitt núna. Já. Hann er einmitt eitthvað að missa minnið og eitthvað svona. Hann lendi í þessu þyrlustleysi. Já, í 4. seríu er hann að leita mömmu sinni. Ok. Við skulum hérna, ég ætla að athuga hvort það svarið mér, ég get ekki lofað, en maður sé að prófum hérna að ringja í Roger Jefferson, fyrst hann enn á landinu og svarar okkur snöldum, já. Roger? Roger Jefferson. Hey, I know who that is. That's Oidi, right? Yeah, Oidi. Hey, kids, it's Oidi. Kids? Oh, you're around children. Oh, well, I'm here in a place called Garður. Yeah, Garður. Yeah. Hey, it's close to Sandgerði. Yeah, I know that. Oh my God, Oidi, you would love Sandgerði. You're single, right? Yeah, I've been to Sandgerði. Wow, you gotta come over here, man. Sandgerði, you can't believe those girls here. Oh no, I've been there. It's a very nice place. Yeah, it's amazing, man. You can, the girls here, man. So Sandgerði. Yeah, are you filming now? Oh well, I'm actually eating right now. You're always eating. Okay. Yeah. Now you've been here for 4 weeks. Can you tell me in Icelandic what you are eating? What am I eating? Okay, I'll try. Were you asking the children? No, I wasn't asking the children. Come on out here. You know I wouldn't do that. Okay. What are you eating? I'm eating steak. Steak? And nautakjöt. Nautakjöt, yes. Nautakjöt í pikusósa. So it must be like steak in pepper sauce, right? Yeah. Nautakjöt in pikusósa. No, peppersauce. Yeah. Yes. That's what I'm having right now. So we're having a lot of fun. Hey, by the way, I love Iceland. Yeah, it's a great place, I told you. Yeah, I met this totally hot Icelandic actress. Okay. Maria Birta. Maria Birta? Yeah. Yeah, she's nice. She's an actress. Amazing. She's been showing me around everywhere, taking me to Bear Film. Yeah. And that cool place, Oyster, where
that Kolb guy runs the whole show? Yeah, Oscar Kolbens, yeah. Yeah. How cool is that? Yeah, okay, so you and Mari Birta are friends. She's really hot and doing a lot of movies here. She's been hanging out with me all the time. Yeah, okay, nice. Which is really, and I know that Ben Stiller's a bit envious about the whole thing. He was texting me like, where are you? What's going on with those hot ladies? Okay. What's going on with that? Hey, so you and Ben Stiller are friends? Well, he was pissed off. I'm telling you, bro. He was pissed off. Okay. Yeah, you and Ben Stiller, you're good friends. Yeah. We went to a place called Sushi Samba, which is crazy. Yeah, it's How would you ever mix sushi and samba? Sushi's Japanese and samba is Brazilian, right? Yeah. Only in Iceland. Yeah, it's a terrific place. Very nice. Yeah. And I've been everywhere. I was in what was it called? Gravavur. Gravavur, yeah. Yeah, Gravavur, yeah. What was it? Tittlingaholt. Nollingaholt. Yeah, Nolling. Yeah. Yeah, okay. That place, yeah. I was there as well. So I've been everywhere. Yeah, okay, nice. So you're loving Iceland? Yeah, so, I really do. When do you finish filming different strikes here? Well, what we're doing, we're filming here because my character, as you know, Jeff, in the show, his mother is Icelandic. Okay, nice. That's why we're shooting here in Iceland. You will find out in Series 5. I know Stowe 2 are showing, the Channel 2 is showing Series 4. Yeah. Where I'm searching for my mother. Yeah, so your mother is from Iceland? Yeah, she's from Iceland. She had a kid with an army guy, and he kidnapped me to the U.S., and now I'm here. My character is now in Iceland, and I'm trying to find my roots. Okay, I'm looking... It was good for me, because I called a guy I used to work with, a guy called Nicolas Cage. Yeah? You know, you probably know Nicolas Cage from Sixth Sense, right? From Sixth? No, that was Bruce Willis. No. Nicolas Cage. You know that? Yeah. Know who that is? I know Nicolas Cage, yeah. He was in Sixth Sense, and we worked together on a movie called Con Air. I could call him, and he would tell me, like, what to do and stuff like that. And I'm having a blast. Were you in Con Air? Okay. Yeah, I was there. And I've been, going out with this Maria Birta. Yeah. Which is really cool. I mean, Ben Stiller hates it. It's okay. So you know what I mean. Yeah. So when are you leaving? I'm leaving next Tuesday. Okay. So you know what, Bordeaux? We have to have a drink. Yeah. We'll do something. I hear that all the time. What does everyone say? Like, Oidie, he loves to drink. Yeah. You love going out, don't you? Yeah, I go out. We were made for each other, man. We gotta go out, man. I go out in the weekends. Yeah. Yes. So we need to go out, man. Yeah, I call you this weekend. I don't want to leave this fucking island before I party with you, man. Yeah, we party this weekend. Thank you for taking my call. No problem, I love it. The kids love you. Thank you. Okay. I'll see you, man. Yeah. Okay, bye. Ólympíuleikunum, Ólympíulagi, manstu. Það var hrikalega vel gert hjá henni. Þetta er góð sönguna. Þetta er svo Ólympíulagi, sko. Það er sem sagt Muse átti Ólympíulagi sjálft, en mannst ekki að það var svona sirpa og risaskjá, allir að gráta og taka við velunum. Ég var ekki séð það, ég hef probably verið partying. Já, ok. Ásakaði það. En hún syngur allavega virkilega vel. Ég brjálaður yfir einu. Hverju? Það var einhver fullur á busaball MH. Já, full, ertu að tala sem var í blöða? Var ekki ofurölvi? Jó. Já, þú brjálaður yfir því? Svakalegt að einhver skuli hafa verið ofurölvi á menntaskólaballi. Já, hvað er að gerast í dag? Þú veist, aldrei gerðist þetta hjá manni sjálfum þegar maður var í skóla. Nei, en það sérðu líka, þetta er fréttamatur. Það ég er að segja, vera ofurölvi á busaballi, er það ekki... Það fara á skólaball. Það væri nú gaman ef það var einhver MH-ingar að heyri í okkur sem væri til í að, sko... Já, bara fordæma þetta. Já, bara hvað gerðist eiginlega? Hvað er í gangi? Það er náttúrulega, við erum bara verða gamlir, Hjörvar, og þetta er náttúrulega þekktist ekki til okkur. Auðvitað blöskra mann að heyra þetta. Auðvitað, að sjálfsögð. Að krakka sér að koma og hittast og alltaf dansa og hafa gaman og það mætir einhver ofurölvi. Við líka, en það er líka ótrúlegt hvað eitt svona rotið epli getur eyðilagt fyrir öllum bekknum. Núna er kannski bara búið að skemma fyrir öllum í MH, af því einn fekk sér aðeins svo mikið. Já. En hvað er samt þessi einstaklingur að pæla? Ég veit það ekki, Hjörvar. Hann hefur kannski verið bara eitthvað spenntur eða eitthvað. Þetta er alveg rosalegt. Þetta er náttúrulega svo... Já, þetta er einhver bara svona... Hjartfræðilega geðsjúkt, sko. Já, þetta er bara einhver sem að þekkt ekkert. Svona öllu gamli sleftu.
Sko, ef að þetta hefði verið hérna, kannski fyrir svona 15-16 ára síðan, úlingar í dag eru helmingi skárið en voru hérna árum áður. Já. Ég meina, fylliríi sem var í kringum böllin, eins og okkar böll í menntaskóla og svona, þá var það bara frétt ef einhver einn var ekki ofurölvi. Já, það var svona meira þannig. Það líka sko í gamla daga, það náttúrulega má ekki í dag sem að alveg ágætist þróun að, þú veist, eins og þegar ég var ungur, nú maður bara tala svo gammal kall, en þegar ég var ungur, við máttum til dæmis, það mátti vera vín á skólaskemmtunum. Já, það mátti ekki okkur. Ekki? Nei, þú ertu bara að mæta nú anskoti fullur þannig að myndi sko rúlla með þér allan tíma sko. Já, en þetta er sko eina sem er steikt við þetta er vinsælasta fréttin á df.is að einhver verið fullur á skólaballi. En reyndar sko, hann svaf, kannski vitum við ekki alla söguna hjá oss. Það stendur nefnilega svo lítið. En ok, en fréttin er þannig að hann hafi mætt ofurölvi. Já, og svaf í fangakemslun. Já, hann hefur bara verið það fullur hann og ekki vita hvert á hringið eitthvað. Já, verið eitthvað þannig vissan á hann. En minna, þú veist, þetta er ástæðan fyrir að maður þú veist, þetta er menntaskóli. Þetta er bara partur af skólanum. Þarna lærur þetta. Það kannski ekki að vera alveg svona. Jú, læri það bara. Þessi strákur á aldrei eftir að drekka svona mikið aftur. Nei. Svona, ég myndi segja að vera svona 98% líkur af því. Já. Þetta er leksja sem að hann mun sko bara taka með sér í gröfuna. Þetta er bara eins og 5 einingar í menntaskóla þetta eina kvöld. Já, þegar hann gerir þetta ekki eftir. Það er góður punktur. Hann gerir eða þá að hann sé það ánæður eiga vinsælustu fréttina og vera aðalmaðurinn í skóla. Þessi gæi er pottitur en kóngurinn í MH. Nei, verður hann ekki rekinn? Nei. Mátti ekki vera á skólaböllum. Já, þú veist, skólameistarar hafa alveg touch fyrir svo að það er ekki þetta að reka eitthvað fyrir að mæta í klasi á menntaskólaball. Vonum ekki. Ég meina, þú veist, en MH, sko, þegar ég var í menntaskóla, þá voru alltaf MH-ingar svona, þeir voru alltaf saggaðir að vera svona einhverju hippar í einhverjum hassreikingum og eitthvað svoleiðis. Manst gett ég, það voru svona trefla sem að voru eftir ekki bara í gardínum frá ömmu sinni og bygguð til einhverja peysu úr því. Ég er náttúrulega frá Sauðárkróki og þekki ekkert inn á þessa menningu, sko. Já, ok, þannig var alltaf MH, sko. Það er greinilega mennir eitthvað að harna þess að í MH. Já. Sem er ánægilegt sko. Kristoffer Dignus, hann var í MH. Já, er það ekki einhver svona listamannsræðill? Nei, Dignus er toppmaður, þú veist það sjálfur. Já, þú veist, hann er samt einhver listamannsræðill. Hann er listamaður. Já, ég er að segja það. Þú veist, hann var alltaf að liða í MH. Þeir eru greinilega verða alveg glerharðir. Já, þetta er samt ekkert sem að mæli með. Ég mæli ekki með þessu en ég myndi segja að þetta væri alveg einstakur skóli fyrir hennan unga mann sem að lendi í þessu. Já, við vonum það. Ég sé hérna nágrannar eru í gangi í sjónvarpinu, hérna við hliðina mér. Já. Horfður á það á sínum tíma? Ég horfði mikið á nágrannar, já. Já, það er mjög fyndið. Þau eru ennþá hérna Carl og Susan. Manstu, þegar ég var að horfa á þessum tíma. Dr. Carl. Já, þá voru þau að ala upp Toadfish og fleiri. Toadfish er reyndar ekki svona þeirra sko. Nei, en þau tóka nassir á sínum tíma. Það get ég lofa þér. Og núna eru konur bara einhverju 3 nýju krakkarinn á heimili. Þetta er svona, það er bara, þau eiga að vera fjölskyldufólki í þáttunum. Þau voru hætt saman, sko? Já, þau eru löngu byrjað aftur saman. Ok. Og það er bara svona, þeir sem eru að sjá þess að þættir, hugsa bara með sér, ok, Carl og Susan, þau þurfa að vera með börn alltaf. Svona fjölskylduli, og það er bara dælt einhverju liðið þarna á heimili til þeirra. Oft eru sæta stelpur í nágrunum? Já, Natalie Imbruglia og Kylie Minogue og Holly Valance. Já, nákvæmlega. Fullt að liðið slegi gegna það. Jason Donovan. Þetta eru hérna nokkuð fína þetta. Hver var alltaf þinn maður? Minn maður var alltaf þessi, Paul. Hann var alltaf grjótarður. Helen var alltaf í miklu bóði hjá mér, svo gamla. Já, svo held ég náttúrulega líka svolítið upp á hann hérna Jelly Belly-in, hérna Harold Bishop. Harold Bishop, já. Hann misti minnið þarna á tímabili. Já, hann var í tómi tjón á tímabili. Já, hann hefur svona ofta haft að spennt. En sér samt, við vorum að tala um Kylie Minogue og Natalie Imbruglia og svona. Gaurinn sem leikur Toadfish eða Toady, það er hann ekki að fara að tala eins umbásmannin sin. Nú, það sé búin að lengja þarna. Já, bara hvort það sé ekki komið tíma á eitthvað nýtt. Hann er bara að fá bara stett í millifæslur inn á sko bankareikningin hjá sér. Já, kannski. En Natalie Imbruglia var svona eina skipti sem ég voru hrifin af einhverjum í gegnum sjónvarp var hún. Já. Fannst hún ekki viðbjóðslega sætt? Það er bara rosalega sætt. Já. Ekkert viðbjóðslegt við það. Nei, veist hvað á við. Já, við ætlum að fá ekkert viðbjóðslegt við. Fá hérna. Herðu, keppnin hana. Viðbjóðslega sætt. Herðu, það er svona töff orðið í kópáinu með. 0. Fyrst tók við tala svona. Herðu, Öti, hérna varst þú að gera. 0. Og hún er viðbjóðslega sætt. Herðu, ég ætla að hætta þessu bulli. Fáum flottasta lagi á stöðin í dag. Þetta er Hvað lag er þetta? Þetta er viðbjóðslega flott. Hvað lag er þetta? Þetta er Muse. Það er ekki flottasta lagið á FM í dag.
Hefur þú prófað léttu línuna á Wilsons? Þar sem pizzurnar eru unnar og hágæða heilkortna hráefni eru trefjaríkar og innihalda engan hvítan sykur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Á morgun, laugardag, heldur Toyota sína stærstu sýningu til þessa í nýjum og glæsilegum höfuðstöðum í Kauptúni 6, Garðabæ. Þar sem öll þjónusta Toyota er nú undir sama þaki. Nýr Prius plug-in verður frumsýndur, auk þess sem Prius Plus, Auris Hybrid, Yaris Hybrid, Land Cruiser 150 og GT86 verði í aðalhlutverki. Töframaðurinn Einar Mikael heldur glæsilega sýningu klukkan 15, þar með talið magnað atriði sem aldrei hefur sést á Íslandi fyrr. Taktu fjölskylduna með og njóttu dagsins hjá Toyota á morgun. Við tökum vel á móti þér. Toyota. Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Dominos. Kaupum á allra vörum Gloss frá Dior og styrkjum okkar veikustu börn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Hvort eru við, Hjöppi, eru við human eða eru við dancers? Ég human. Þú ert human. Ætli ég sé ekki að dancer. En Anna Gunndís sem leikkona og fer með aðalhlutverki í kvikmyndinni Frost mætti hérna í stúdíó til okkar. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Alltaf gaman að fá kvenmann hérna í stúdíó. Það gerist allt og sjaldan. Þú vill ekki mæta? Jú, það er koma nú sem gestir en það er verið að fá það sem gestastjórnendur. Ég skil. Það er einhver feimni við það. Hvaðan á fólk að þekkja þig úr Úr heiminum? Úr heiminum. Heyrðu, ég er nú komið við að við, en ég er að norðan, frá Akureyri og vinn þar núna hjá leikfélaginu, er á samning þar. Ok. Ég útskrifast úr Listaháskólanum 2010 og flutti þá til Spánar, fór að læra að surfa. Ok, vel gert. Surfa á netinu eða brimbretti eða? Fyndið. Djók. Og náður því? Náður tökum á því? Já, ég var orðin bara, ágætlega fær. Já, ok. Það var allavega halvt ár. Og svo bjó ég í Köln í Þýskalandi og Salzburg og var að vinna með hóp sem myndi Signa. Já, ok, búin að fara víða. Já, mjög fíla. En svo var ég í Skaupinu líka, kannski fólk ekki með helst þaðan. Já, það leika Hildilíf. Já. Og gerði það mjög vel. Takk fyrir það. Virkilega skemmtilegt. Og svo náttúrulega í aðalhlutverkinni í nýrri bíómynd sem er frumsýnd á morgun, Frost. Gerist upp á jökli, var það erfitt? Erfiðar tökur? Já, það var nú ekkert skafið utan af því, það var ekkert auðvelt, en þetta var kannski svona í minningunni, þú veist, þegar maður er að gera, þá gerir maður þetta bara. Já. Þá er þetta ekki erfitt, þá er maður bara... En svona, veist, þegar þú varst að því, var það að fara í taugarnar hvað væri kalt og svona? Nei, ég var með magnaðar mæður, Kristínu, Júlu, Smingu og Möggu Einars í búningunum og það er alveg bara að hugsa eins og lítið blóm. Já, svona, pössuðu þér ekki alltaf kalt og svona? Já, en það er bara þannig upp á jökli að þú veist, þér verður kalt á tánum og þér verður kalt, maður býst bara við því og þannig fer maður inn í þetta bara. Nú er ég búinn að fara Expendables 2 núna, held ég 3 svar í bíó. Það er drefnið svona 4 smá, hvað er maður ekki drefnið í Frost? Já, þú verður bara að fara í bíó. Nú verður að tekka á þessu. Erum við að tala plus 50 kills? Hvað er þetta að fara að líka Frost Expendables 2? Nei, ég vil bara fá að vita hvað ég er að fara að sjá mjög kills. Já, þetta er sci-fi. Ég vil fá kills ef þetta er spennumynd. It's gonna happen. Þú verður bara að tekka á þessu. En hvort finnst þér svona skemmtilega sem leikari? Finnst þér skemmtilega að vera í bíómyndi svona eins og Skaupinu eða vera á sviði? Þetta er rosa ólíkt. Já, að segja það reyndar allir. Er þetta svona eitthvað spurninginnar leikarahópin sem að bara má ekki svara eða? Nei, jú, að má svara þessu. Munurinn fyrir mér er sá að grunnvinnan er mjög svipuð. En svo tekum maður upp og svo er þetta úr manns höndum og svo kemur frumsýningin eins og núna hálfu ári síðar og þetta er svona antiklæmaks. Já, þú meinar? Hannilega, já. Nei, þetta er alltaf öðruvísi því að það er uppbyggingin fyrir frumsýningu og leiksýningu er allt öðruvísi. Já, þú fer beint í bara... Já. En það er alltaf gaman að koma aftur að þessu og eins og núna við fórum í
endurtökur og tókum meira efni í maí og svo fórum við erum búin að döbba fyrir myndina. Þannig að við erum alltaf að koma aðeins aftur og aftur. Þetta er svona, lengra verkefni. Sem er bara, já. Þetta er tvennt ólíkt. Já, en hvað er svona framundan hjá þér? Framundan hjá mér er núna, ég er að æfa hjá Leikfélagi Akureyrar. Verk sem heitir Legumorðinginn og byggir á mynd eftir Aki Kaurismäki sem heitir I Hired a Contract Killer. Ég skilði. Það er, Já. Ég ætla ekki að þykjast vera. Já, ég ætla ekki að þykjast vera. Hvað er gömul? Hvað heldur þið? Ég veit það ekki. Er þetta ekki eitthvað svona mátt ekki að spyrja hvað fólk það? Ég er bara að spyrja. Ég er 29. Hún gerir svo mikið þess að það verður bara pæling hvað hún er gömul. Já, ok. Það er 29 ára. Já. Nú er það bara komið og þessi bíómynd, er þetta spennumynd, er þetta grínmynd eða er þetta eins og Expendables sem er bæði spennu og grínmynd? Ég hef ekki séð þær, en ég segi spennumynd. Já, þetta er spennumynd. Og svo erum við Bjössi svolítið fyndið líka. Já, inn á milli. Já, alveg potið. En hvernig, ertu búin að sjá Expendables 2? Nei. Nei, það er eina sem Hjöbbi talar sko. En þannig að, er þetta mynd sem að verður á sögu bíó? Já, ég myndi segja það. Svona læti í henni. Já, þetta er líka, náttúrulega, brýtur blæði sögunni. Þetta er náttúrulega tekið upp á jökli og þetta er fyrsti, íslenski vísinda spennu trillerinn. Já, vísinda svona sci-fi. Og hún er sýnd þarna upp frá núna, við vorum í Egilshöll í gær og náttúrulega magna hljóðkjárfi og ég held að þetta er svona mynd sem að það er frekar að sjá í bíó heldur en heima á tölvunni. Er það ekki alltaf þannig með spennumyndir? Já, ég held að. Já, en við vorum að henda þér inn í hraðaspurningar. Já. Það er nefnilega svona chit-chat, maður kynnist eiginlega fólk ekkert nógu vel þannig, þá er þetta bara svona hvort er skemmtilegra, leikhús eða bíó, það er bara svona, já, ótrúlega ólíkt. En nú fáum við að kynnast þér betur, við ætlum að henda þér í hraðaspurningar og þú getur ekki, Bjössi, hann var hérna hjá mér á mánudaginn og hann var mjög hreinskilinn. Og hann bara hreinsaði hugan og sagði það fyrsta sem hann dætti í hug og það voru mörg svör sem hann var ekkert ánægð með eftir á. Þannig að þetta er ekki, þú ert ekki bara að svara rétt og ekki vitlaust. Tilbúinn? Bring it. Hún har hreinsað hugan? Já. Þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Mermaids. Uppáhalds hljómsveit. Clash. Fallegasti karlmaður fyrir utan Magga. Einar Aðalsteinsson. Hver er Einar Aðalsteinsson? Maðurinn minn. Já, fyrir utan Magga. Fyrir utan Magga, ég segi það Magga. Já, Maggi Ellings bara. Heyrðu, ég segi bara Jón Páll, sterkasti gaurinn, ég veit ekki af hverju. Það fyrsta sem kom í hugan. Besta liðið í ensku. Liverpool. Bestu sjónvarpsþættirnir. Family Guy. Hvað kveikir í þér? Kertaljós. Besti skyndibitinn. Franskar. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr er þið fyrir valinu? Hreindýr. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú hitta? Ben Stiller. Besta nammið. Nammið? Já. Súkkulaði. Hver var í hvað spil ertu best? 52. Sylvester Stallone eða Schwarzenegger? Schwarzenegger. King Valti Björn eða Höddi Magg? Höddi Magg. Hvaða lag tekur í karaoke? Careless Whisper. Justin Bieber er? Fáviti. Uppáhaldslið á Íslandi? KR. Besti leikar Íslands? Himmi Guðjóns. Versti leikar á Íslandi? Kom ekki til hugan. Ok, sleppið með þetta. Það var algjörlega fáránlegt, ég ætla ekki að segja það. Kom eitthvað nafn? Já, þetta er bara hugrenningatengsl, sko. Já, bara hvað kemur fyrst í hugan? Já. Ok, við förum með besta bíómynd, hvað? Mermaids? Já, það er algjörlega rétta myndin. Við Unnur Ösp hittist í morgun og vorum að ræða þessa mynd. Það var algjörlega mögnuð. Hafið þið séð hana? Já, ég hef þetta séð. Það séð það með sér, eða? Já. Ok, nei, ég sé hana. Mér margir sem ekki sé hann. Nei, hún var ekkert gríðarlega vinsæl. Nei, hún fær 6,5 á Entertainment Movie Database sem er ekki mjög gott, en hún er góð, sko. Já, við tekkaðum daginn, hún er mjög góð. Ég fíla það, sko, Maja systir, hún er öll í þessu líka. Ef hún er að fara að tekka okkur í bíómyndu eða þáttum, hún er rosalega mikið með bara, þetta er 8,3 á Entertainment. Já, ég tekkaði á þessum daginn af því að hefur enginn séð þessa mynd. Nei. Það er mjög fáir. Og þetta eru glástaðan, sko. Hún er kannski svo góð. Já, var hann ekki alltaf í lagi. Hún er frábær. Upp á hljómsveit. Það var, hvað stærðu þar? Lass, sem er algjörlega fáránlegt af því ég hlusta aldrei á það og hef bara aldrei nokkuð mig gert. Nei, hvað hefður þið svarað? Hefur þið fekið smá tíma? Upp á hljómsveit. Er það að fara á tónleika með einhverjum?
Fyrstu tónleikandi sem ég fór á voru með Blur. Ok, 97. Já, back in the days. Ekki segja þá. Ekki mikið tónlistarmanneskja? Ég hlusta á alveg svona, það sem ég vil setja á fóninn hérna Emilien Torrini sem ég finnst alveg mögnuð og Eivur finnst mér bara... Það er bara íslenskt játak? Já, íslenskt játak, eiginlega. Besta lið í ensku og Liverpool, þannig að það getur ekki verið það sem á meintir. Já, hef aldrei hort á heilan fótboltaleik. Það varst ekkert í íþróttunum? Ekki boltanum allavega. Nei, en maðurinn, hann eitthvað að fylgjast með boltanum? Já, eitthvað svona, það er svona heimsmeistarikeppni og það er alltaf mjög skrítið, það er svona mjög mikið svona mótsögn í karakter fyrir mér, sko. Bara svona, hann fylgjast með stórmótunum? Já. Bestu sjónvarpsþættirnir? Family Guy? Já, þeir eru góðir, sko. Já, en það er ekkert þeir, sko. En þú veist. Og það eru kertaljós sem kveikir í þér. Besti skyndibitinn var franskar. Já, ég borða reyndar ekki lengur franskar, þannig að það meika enga sens. Besti skyndibitinn er eiginlega sem bara ávextur og súkkulaði. Ávextur og súkkulaði? Ananas, já. Já. Svona, ertu healthy? Ertu mikið í ræktinni og já, ég reyndar ekkert eitthvað geðveittul í ræktinni núna, en ég er á sérstökum mataræði. Já, passar upp á mataræði. Þú vilt sofa hjá hreindýri og... Já, þrái það. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hver var það? Það er Ben Stiller, en það var bara því að hann er eitthvað búinn að vera svona... Mikið fréttum og... Já, en það er alls ekki hann, sko. En þú ert ekkert búinn að rekast á hann? Nei, mér bauðst hún að hitta hann daginn. Mér er þess að bóðið vinna við að passa mónitorinn hans, en hérna... Ég var först fyrir norðan, en hérna... Það er ekki bara, nei, herðu, farið bara í bíó og svo er Frost. Ég er að leika þar, ég er ekki komin inn til að halda mónitor fyrir Ben Stiller. En hérna, já, það var eflaust mjög gaman að hitta hann. En áttu eitthvað svona drauma leikari til að leika á móti? Já, hann er magnað að leika á móti Mel Streep. Já, hún er mjög vinsæl hjá öllum leikurum. Já, hún er alltaf bara, hún er svo teknísk og flott. Hlaupi, þú ert mikill Mel Streep maður? Nei, helt ekki. Hver er svona þín uppáhalds? Þín uppáhalds leikuna? Pamela Anderson. Þetta er ekki hægt að ræða svona hluti við. Justin Bieber er ógeðsæðuru og... Fáviti. Og Hönda Magg frekar en Valtýr. Já. Já, þetta er King Valtýr Björn verður ekki ánægður með þetta svar. En þetta eru bæði toppmenn. En er eitthvað sem þú vilt segja við hlustundur áður og kveður, svona myndina? Já, ég bara endilega skellir sér bíó. Já. Og já, bara njóta. Frumsýnd á morgun. Þetta er íslensk mynd og það er fólk drepið í henni og er a hot sex scene. Það er að sex scene. You wish. Nei, er það ekki you wish, er það já eða nei? Getur þú lofa fólki því? Þetta er alltaf eina ástæðan fyrir að sumir gæðan en að horfa á evrópska myndir. Ég held að það sé gott að byrja ferilum bara aðeins að halda vera í fötunum svona til að byrja með. En hvernig að vera hot sexin upp á jökli? Það er allir bara í kuldagalla og gammosíu. Svo ekki allir í einhverju tjöldum og eitthvað svona? Jú, hvað heldur þú sett? Bara í tjald á nærböksunum upp á jökli? Ég veit ekki. Það verður samt helviti heitt þarna, sko. Ég sopnaði til dæmis, við vorum í svona tjaldtökum og var svona á milli taka, ég sopnaði inn í tjaldinu. Ok. Þannig að það er alveg heitt og gott. Já, segir Hjöppi. Takk kærlega fyrir komuna og bara hjartalega til hamingju með myndina. Takk fyrir það. Myndin er sýnd í Egilsbíó og bara í Sambíónum. Tekkið þið á þessu. Sambíónum Egilshöll. Egilsbíó. Hvað rugglaður. Fáum Chris Brown, Don't Wake Me Up. Með lagið Don't Wake Me Up. Ágætis tónlistarmaður en rævill in real life. Það er bara þannig. Já, það var eiginlega bara game over sem tónlistarmaður þangað til að bandaríski maðurinn af kúbösku ekki byrja á sig Pitbull kjaftaði. Hafði samband við hann og fekk hann til að taka með sér lagið International Love. Ég veit ekki hvort þú tala meira Pitbull eða Expendables 2. Nei, en rævill að manni, það er ekkert flókn. Já, en Pitbull bjargaði ferlinum. Já. Það styttist í lokinni hér í okkur hjöröru þegar maður eftir að fá lagið á leiðinni heim sem er hér rétt að handa við horni. Búin að vera hérna með ykkur síðan 4 í dag og farið viðan völl. Við heyrðum í Roger Jefferson, hann var á sínum stað og Rúnar í Bökkunum, nýi fréttamaðurinn okkar í Breiðholtinu. Já, gaman að fá þessar fréttir lóksins. Já, sáandi bara menn að berja hunda og eitthvað, þetta var alveg rosalegt. Og svo fór flottulega keppni 5-1 fyrir mér, gaman að því. Já, til að mjög hann. Ekki gaman að því.
Og já, svo voru við að kveðja hérna góðan gest sem að leikur aðalhlutverki í kvikmyndinni Frost og já, ósku henni allsins besta. En Hjörvar, hvernig er kvöldið hér? Kvöldið á mér er eins og öll 15-skvöld. Party. Nú, hvað er þetta að fara party? Party. Nei, ég held að vera eitthvað lítið það. Það verður bara hefbundið 15-skvöld. Já, ekkert búin að plana. Ég er aldrei einhvern veginn með eitt plan. Nei, mér líður illa ef ég er ekki búin að plana eitthvað. Ok. Það veist, svona ángríns. Ef ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera, þá einhvern veginn bara svona að verði eirðalaus. Ok, ég er einhvern veginn bara mist oft fínt að veit að gera. Já, en sko, það er annað mál. Ef ég er búin að plana að fara bara heim til mín og horfa bara til dæmis á þætti og chilla, þá er það plan. Skilur. That's a plan. Já, eins stabist og planið og þá er það samt komið með plan að hafa það kósi. Ok. Fattur það? Ég skilji. Já, nú skilji mig. Ég vonaði að þið hafið það sem allra best að það úti í kvöld. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag við Hjöppi. Hjöppi, þakka þið fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Við Egill Einarsson verðum mættir hérna á morgun á sama tíma. Gilsarinn. Klukkan 4 og já, meðal annars fáum við Bubba Mortens í spjaltiloka sem að byrja með nýjan þátt helgina á Stöð 2. Þannig að ekki missa því, en það er eins og að komið á laginu á leiðinu heim og ég ætla nú að hafa þetta á morgun, en þetta er 50-dagslag líka. Og ég veit að Hjöppi er alltaf vælandi yfir hvað ég sem er róleg lög í laginu á leiðinu heim, þannig að smá kei á hann hérna. Takk fyrir lustuna, takk ég vel á mútið Rikka G, við heyrumst á morgun. Ábyrgð á kraftmiklum og áferðafallegum Lenovo-tölvum í verslunum okkar. Verð frá 109.900 krónum. Nýherji Borgartúni og Kaupangi. Gáðu á eftir helgina í kósí andrúmslofti með Ernu Hrönn. Kveiktu kertaljós og hafa kósí með mér á sunnudagskvöldinu í vetur milli 10 og 1. Hugljúf og þægileg stemning í kósí með Ernu Hrönn á FM 957. Kæru Íslendingar, það er landsleikur á föstudaginn. Hvernig væri að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölda svo yfir í Laugardal? Nú, eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borð í síma 575775 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Kynntu þér hagstæð kjör og vandaða þjónustu á náman.is. SHÍ, Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHÍ dagana 13. til 15. september. Á morgun 4.000 fermetrar af margfaldri skemmtun. Keiluhöllin Egilshöll. FM 957